Komið sæl, stillt og fínt veður á landinu í dag, kannski ekki alveg jafn bjart og spá gert þessi gerir ráð fyrir, en enga síður notalegt veður og við fengum hámarksita upp á tæp 13 stig í dag og það var svona tiltölulega hár loftþrýstingur. Við sjáum hér á yfirlitsmyndinni að það er hæð hér yfir Skotlandi og hún teygir anga sína hér til lands og ef við keyrum nú hreyfimyndina svona fyrir næsta sólhringinn þá sjáum við að það er í rauninni ekki mikið að breytast hjá okkur. Allan að lítið úrkomu, það mun koma einhver úrkomu inn hér á vesturströndina annað kvöld en að öðru leyti þurrt og jafnvel léttskýjað víða austanvert landið. Það svona örlar enn dálítið á næturfrosti í innsveitum, bara vægu næturfrosti og það getur svo gert í nótt en við sjáum hér að við erum í þannig séð nokkuð svölun loftmassa en þetta hlýjaloft sem er hér suður ef það svona smá saman að skríða nær og þegar á föstudag og laugardag þá sjáum við nú svona hærri hitatölur ef eitthvað getum við verið að fara yfir 15 stigin í hámarkshita. En hvað varðar nú landsfjórðungana þá verður ríkjandi suðvestlæga átt eða suðlæga átt hér á suðvesturhorninu á morgun viðbúið að það verður nú svona meir og minna skýja hjá okkur allan morgundaginn, helst að það geti brotið af sér skýjahöluna þá upp í Borgarfirði, þar sem að fáum aðeins svona skjól af fjöllum, gæti skapast niðurstreymi þar, en hvað varðar úrkomu síðan að þá getur verið þétting í þessu og þá helst á Suðurlandi en við sjáum að vindur er til þess að gera hægur og hitatölur svona á bilinu 5 til 10 stig yfir hádaginn. Þegar við skríðum lengra norður að þá sjáum við að úrkomumerkið er eiginlega horfið úr þessu enda öllu bjartara yfir. Skýja svona á sunnanverðum Vestfjörðum og jafnvel við Breiðafjörðinn og öðru leyti eftir morgundagurinn að verða nokkuð bjart, nokkuð sólríkur í þessum landsfjórðungi. Hitatölur svona nokkuð svipaðar og síðan á norðausturhorni landsins að þá verður eiginlega það sama upp á teningnum. Það er svona spurning með alla austurströndina, það er svona dálítið, getur verið breytileg átt þar, getur andað með ströndinni og þar mætir síðan þessari vestanátt og það getur gert það að verkum að það verður skýjað allan út í ströndina en að öðru leyti ætti nú morgundagurinn að verða sólríkur og við fáum sjálfsagt svona hámarkshita þetta 12 til 13 stig í þessum landsfjórðungi. Sama geti einnig gerst á suðausturhorninu og þá sérstaklega hér vestan Öræfa. Þar getum við fengið 12-13 stigi hita, verður svona að mestu leyti bjart veður í þessum landsfjórðungi og úrkoma lítil sem engin. En síðan í framhaldinu næstu dagar þar og eftir að þá sjáum við að þetta nú svona bara áfram svipað ástandi svo sjáum hér suðvestlæga átt ríkjandi í þessu hjá okkur á föstudaginn. Það eins og ég kom inn á hér í upphafi, það kemur inn úrkomubakki upp að vesturströndinni annað kvöld og hann getur enn verið að gera sig gildandi þá hér norðvestan til þegar komið fram yfir hádegi á föstudaginn. En eftir það ætti nú að draga úr úrkomu en það verður allavega mikið til skýjað vestanvert landið en rofa síðan til þegar austar er komið á landinu og hitatölur svona ef eitthvað orðnar hærri en þetta hlýra loft svona að ná frekar til okkar. Laugardagurinn örlítið breyting hvað varðar allavega vindafarið að þá svona herðir vindin aðeins og þá sérstaklega hér norðvestan til á landinu, þéttast þrýstilínu þar. En hætt við úrkomu hér allra vestast á landinu en bjart veður að öðru leyti en síðan mun vind á smám saman breytast aðfaranótt sunnudags því að þá fáum við norðlæga áttinn og eins og svo oft gerist þegar við fáum norðanáttin inn að þá náttúrulega kólnar nokkuð ört hjá okkur og við sjáum það í þessum hitatölum fyrir norðanvert landið skríður mjög nærri frostmarki og sjálfsagt getur nú gert netfrost í þessu en það verður allan ekki mikil úrkoma í þessu norðarlands lítil sem engin. En hér með suðurströndinni gæti ringt eitthvað fram eftir á sunnudegum því að það er svona lægðadrag með ströndinni sem að síðan mun hverfa frá landi. En það sem sé svona nokkuð svipað veður áfram allan næstu 2 daga ríkjandi suðvestlæga átt skýjað vestanvert landið en léttskýjað þegar austan dregur. Síðan það gott í bili.